Góðan dag. Það gott að vera aftur með ykkur hérna og deila með ykkur orðið Guðs. Mig langar að byrja að spyrja ykkur svona spurningar. Hvað skiptir ykkur mestu máli í lífinu? Hvað það sem að þið viljið hafa? Hvað þið viljið njóta? Hvað viljið setja sem markmið þá yngri árum? Hvað hugsuðu hvert settuðu markmiðið? Og við eldumst, við að ná því sem við viljum, við að framkoma það sem við höfðum í huga og við hamingjusöm að því sem við erum að gera. Sum ykkar kannast við Selena Gomez, söngvari, leikari. Núna bara fyrir 2-3 vikum var hún viðurkennd sem margmilljarðamæringur. Hún metin á yfir $1 milljarð að verðgildi. Það ekki frá söng eða leik. Hún með snyrtivöru sem hún selur og hún hefur verið dugleg að markaðssetja það og sem áhrifavaldur hún 3. vinsælasti áhrifavaldur á netinu í heiminum. Hún hefur allt saman. Hún mikill tónlistarmaður, hún mikill leikari, mikill áhrifavaldur og núna mikill viðskiptafræðingur eða viðskiptamaður eða kona. Allt saman. Svo spurningin hvað óskar þú í lífinu? Fyrir nokkrum árum var ég að kenna hóp á krökkum og vorum að tala lífið, tilveruna og takmark í lífinu. Og ég gaf þeim heimaverkefni. Ég vil að þið finnið hvaða starf þið viljið snúa ykkur að í lífinu, ákveða hvað krefst til þess að komast áfram með því starfi, hvers konar tekjur þið myndu geta átt von á að hafa, og síðan að finna hús á fasteignamarkaðnum í blöðunum í dag og velja hús að þið myndi hafa efni á að kaupa með þær tekjur sem þið getið fengið í þér atvinnugrein. Ein ung stúlka, hún kom tilbaka og sagði, ég ætla að verða olímpíumeistari og heimsmeistari í hlaupi. Ok. Hún hafði engan áhuga að hlaupa, eða íþróttum. Hún hafði engan áhuga að æfa sig og fara á kraft, hafði ekki þá orku. En hún sagði, ég ætla að vera milljónamæringur með því að vera heimsmeistari og ég ætla að kaupa þetta hús. Og sýndi mér hús sem kostaði nokkra milljónir og ég sagði mér, já, ok. Hvernig myndi fara að því? Í dag þetta móðir 3 barna. Ánaði sínu starfi með góðan eiginmann og vinnur bara í verslun eða það sem hún fær starf í leikskóla eða hvar sem hún fær. Og það var ekkert að þessum draumum, svona miklum draumum, ég held að þetta ekkert mál að gera þetta. Sum ykkar hafa heyrt af prins Harry eða Meghan og vita að þau fóru frá Englandi til Bandaríkjanna og reyna að stofna sitt eigið líf þar. En margir hafa velt fyrir sér hvað var það sem var til þess að þau fóru í burtu. Og það var nýlega skrifuð grein í einu af blöðunum og kom með tilgátu hvað gerðist. Og hann segir það í greininni höfundurinn, þegar Meghan kom til Englands og fór heim til Harry og fór síðan að heimsótti Kate og William og sá andstæðurnar. Harry var í litlu koti, ósköp bara venjulegt, kom til Kate og William, stór höll, tugir þjóna, listaverk á öllum veggjum, íburðurinn og síðan gerði sig grein fyrir því hún myndi aldrei geta fengið lánu krúnd jásnin til þess að skreita sig með á sérstökum tækifærum. Hún áttaði sig á því að hún myndi verða fátæklingurinn í konungdæminu. Hún var svolítið fyrir miklu vonbrigðum og kom sér í burtu. Við vitum að það geta ekki allir verið Messi eða Ronaldo. Það geta ekki allir verið Lady Gaga eða annar söngvari á svo mikilum vold á heimsmælikvarða. Það ekki allir sem geta orðið forsetar eða þeir sem eiga Amazon eða Microsoft. Það fáir sem fara það langt. Það takmark fyrir því sem við getum gert. Við erum fædd með ákveðna hæfileika og sumt bara leikur sér í höndunum á okkur og við erum auðvelt með að gera. Aðrir geta unnið að og komið sér áfram. En það geta ekki allir verið allt sem þeir vilja vera. Meira þess að menntavegin
gefur ekki allt sem þú vilt. Það eru margir sem ná sér í doktorsgráðu og enda með því að vinna á bensinstöð eða matvöruverslun. Hvað viltu? Hvað skiptir þér mestu máli í lífinu og hvað er það sem þú dreymir um? Sama hvað aldrei við erum, við hugsum eitthvað, við dreymum um eitthvað og við viljum gera eitthvað eða njóta einhvers. Ég ætla að deila með ykkur hérna í dag slæmum fréttum og góðum fréttum. Já, ég er búin að segja ykkur þegar að það geta ekki allir verið ríkir og voldugir eða áhrifavaldar. Það er ekki það sem ég vil tala um. Heldur vil ég segja ykkur fyrst slæma fréttir og síðan að tala um það sem eru góðu fréttinar. Því miður þá sjáum við orð Krists vera að rætast. Hann sagði að þessi heimur, þessi jörð myndi stefna hraðbyri að styrjöldum, fátækt, hungursneyð. Og við sjáum í dag að það eru styrjaldir hér og það eru horfur, það eru blikur á lofti að heimstyrjaldir geta auðveldlega sprottið upp og sprungið út. Kristus sagði að vandamálin yrðu meiri en nokkuð tíman fyrr á þessari jörðu. Illska myndi aukast, hvort sem það eru hnífar á Íslandi eða byssur í Ameríku. Það er illska mannsins sem eigingirnin, rán, ofbeldi. En hann sagði að þessi jörð mun eyðast. Öll jörðin, sama hversu stór höllin er, eða lítið herbyggi sem maður hefur, sama hversu voldugum við erum eða hversu miklir hæfileika fólk við erum, listamenn eða auðmenn, mannfjöldin eða einstaklingarnir, þessi heimur er á barmi gjöreyðingar. Og Kristus sagði það mun gerast og við sjáum að stefna í það. Í Óperubókinu 11. kaflanum sagði Kristur, hann mun koma til að eyða þeim sem eyða jörðinni. Og við erum hraðbyri á þeirri leið. Þess vegna hlýtur spurningin að koma upp í hug okkar, hvað viljum við? Það er sama hversu mikinn auð við söfnum, það mun allt gjör eyðileggjast. Það er sama hversu stórt hús við byggjum, það hrynur að grunni. Það er sama hversu vinsæl við verðum, það verður að engu. Eða hversu mikið völd við höfum, það er tekið frá okkur. Svo spurningin kemur, hvað skiptir okkur mestu máli? Og þar kem ég að góðu fréttunum. Ótrúlegum fréttum. Það er spennandi að lesa niðurlag Biblíunnar. Loka orðin. Hafið í huga þess að ég sagt þér áður að Biblían er ekki skráð sögurnar af hetjum Biblíunnar. Það er aðeins ein hetja í Biblíunni. Það er Guð, Jesú Kristur. Davíð, Daniel, Ester, Abraham, Móses. Þetta er ekki hetjurnar. Þetta er fólk sem hafði vandamál, fólk sem glímdi við lífið og vissi ekki hvað átt að gera og gerði mistök eftir mistök eftir mistök. En það er Kristus sem kemur í og rauður þráður í gegnum alla Biblíuna. Guð er hér. Jesús Kristur er raunverulegur. Og loka kaflanir segja okkur niðurlagið. Sumir lesa bækur með því að byrja í fyrsta kafla og lesa alveg í gegn og koma að loka kaflanum. Aðrir fara í loka kaflan og segja, ok, hvernig endar þetta? Svo fara þær að byrja. Og í dag ætla ég að fara í loka kaflana og sjá hvað gerist, hver er endurinn? Þar eru góðu fréttirnar. Og í 21. og 22. kaflanum, þar talar Kristur til Jóhannesar í gegnum engla sína og beint til hans og til okkar í dag og segir, þetta er það sem ég ætla að gefa ykkur. Við höfum heyrt sögur og séð myndir og lesið ævintýri æskubrunnin. Var ekki gaman að fá að drekka af æskubrunninum? Biblían segir, það er raunverulegur æskubrunnur. Það er staður, það er viðamikil lind sem að líður ríkið Guðs sem borg Guðs og einn dag fáum við að drekka af þessu. Bergja þennan drykk sem er svo tær og hreinn og breytir líf okkar og gefur okkur líf. Og syngur megin við þessa miklu móðu er eitt tré með rætur báðum megin sem kemur saman í stóran stofn og breiðir sig út yfir ána. Lífsins tré. Svolítið merkilega hvernig Hollywood reynir
að herma eftir því sem Biblían segir og reynir að breyta því svolítið og skemma það svolítið. Lífsins tré er raunverulegt. Það er lokakaflinn í Biblíunni sem segir að það er lífsins tré sem að teygir sig út yfir æskubrunnin og ber ávöxt hvern einasta mánuð, ekki bara einu svona ári heldur, á hverju mánuði syngur ávöxtinn. Og þeir sem að fá að eta þennan ávöxt mun aldrei deyja. Við deyjum. Það er ekkert líf sem heldur áfram eftir dauða okkar. Það er búið, lífið er búið. Þeir sem að deyja, þeir get ekki hafa samband við okkur, get ekki tala við okkur. Því miður eru margir sem blekkjast af því. En lokakaflinn segir að þeir sem að eta af þessu lífsins tré, þeir fá að lifa að eilífu. Þeir mun aldrei aftur smakka dauðan. Og það sem merkilegt er, þeir sem fá að drekka af uppsprettu æskunnar, þeir sem fá að eta af ávöxtum lífsins, fá líka að sjá hinn aldraða. Já, lambið, Jesús verður þarna, við fáum að setja með honum, við fáum að lifa með honum, að njóta allt sem hann hefur, en hinn aldraði. Guð í mikilli dýr sem enginn hefur séð, þú farð að sjá hann augliti til auglitis og mynd lifa. Guð hinn aldraði sem er eyðandi eldur, sem Biblían segir í Hebreabréfinu. Þú farð að sjá hann og farð að lifa. Sá sem gerði Satan og djöfull fekk aldrei að sjá hinn aldraða. Hann langaði, hann vildi, hann reyndi. Hann fekk aldrei að sjá hinn aldraða. Einn dag fær hann að sjá hinn aldraða augliti til auglitis. Og þá mun hann eyðast upp og brenna. Eldur brýst út frá honum, frá djöflunum sjálfum og eyðir honum upp, af því að hinn aldraði er auglitis við hann. En fólk Guðs fara að standa við hlið hinn aldraða, fara að horfa í augu hins aldraða og þeir lifa. Þeir deyja ekki. Þetta er alveg ótrúlega fréttir. Og þarna verður Jesús Kristur, sá sem við þekkjum sem Jesús á Nasaret, hann verður það líka. Móses, hann bað að fá að sjá ásjónu Guðs, fá að sjá Jesús Kristi dýrð, og Kristur sagði við hann, Móses, ef ég leyfir að sjá dýrð mína, þá myndi ekki lifa. Þú deyrð, en ég skal gera eitt fyrir þig. Upp á fjallinu, það er gjóta þar í fjallinu á toppnum, farðu þar og horfðu inn í gjótuna og ég mun ganga fram hjá þér, og þegar ég fer fram hjá þér þá máttu líta aftan á mig og sjá dýrð mína. Og í viðbóti það þá var að Kristur setti hendina yfir Móses í gjótunni og gekk fram hjá honum, og þegar hann fór fram hjá fekk Móses að sjá dýrð hans, og það sem merkilegt var að Móses sá ekki bara einhvern ljóma, heldur kærleika og miskunn og góðmennsku Guðs. Og þegar Móses kom niður af fjallinu, það var sem ekki birt af andlitinu að fólkið kom og tók poka og setti hauspoka yfir hann til þess að fela dýrð Guðs sem að endurspeglaðist á ásjónu hans. En í Óperubókinni fáum við að sjá hinn aldraða, ekki bara Jesús Krist, heldur hinn aldraða í fullri dýrð, í fullum kærleika og miskunn og góðmennsku, og þú munt lifa. Þú munt lifa. Í borgin helga, stóra borgin sem að kemur til jarðara, sem að Guðinn aldraði býr, þar fær þú að dvelja. Engin skólagjöld, lærði eins mikið og vilt. Þú farð að iðka hvaða iðn sem þú vilt, búa til listaverk, vinna með gull og gersemi, læra tónlist, sumir vilja læra að syngja sem kunni ekki að syngja í dag, eða spila hljóðfæri sem kunni ekki í dag. Þú mynd ná mikla lengri en okkur tónlistarmaður í dag, því þú hefur eilífðina til þess að æfa þig og þjálfa og læra og fullkomna list þína. Prinsar, prinsessur, konungar, drottningar frá alheiminum og komin í svo borg, og þú farð að vera þar. Þetta verður vinir og kunningjar, og þú farð að taka þátt í lífinu. Það er alveg ótrúlegt hvað framtíðin hefur í boði sínum. En þegar við berum fram góða fréttir, það er alltaf einhver
galli á gjöf nærða, það alltaf einhverjir ókostir sem koma upp, það alltaf eitthvað sem þarf að borga fyrir það er ekkert ókeypis, eða hvað. Sem ég segja, já, ég myndi gjarnan vilja vera þar, en það bara svo erfitt, það ekki hægt að gera það. Ég vil ekki fylgja allir þeim kröfum sem gerðar. Ég mun aldrei ná því og ég man eftir að ungu skólafélag minn, hann reyndi mikið að vera fullkominn og vera góður og eftir nokkur ára sagði hann, ég get þetta ekki, ég farin, ég ætla bara að lifa lífið mínu. Og svo aðrir sem að hlusta á þessu loforð að segja, en bænir mína það bara endurvarpast af þakinu, af loftinu og bara detta niður, Guð svarar ekki bænum mínum. Hversu ætti ég vera að tala við Guð? Hann hefur ekki áhuga á mér. Efasemdir kom upp og spurningar og kirkjan. Kirkjan sem þau fordæmir fólk og bendir að segja, þú getur ekki komið í kirkju og þú ert ekki réttlátur. Ég kom með mér í Óperubókina, 22. kaflan. Eða hafið Biblíu, opniði þar, eða síman, farið þangað, Óperubókin, 22. kaflan. Lítið á 16. versið. Hafið einhver fundið það? Hver að tala? Hvernig byrjar þetta vers? Einhver? Svo hver að tala? Jesús Kristur að tala. Hann segir, ég send engil minn til að votta, til að vera vitni fyrir þessu sem ég að tala til kirkjuna. Ég rótakvisturinn af kyni Davíðs. Þannig að ég sá sem að loforðin vorum. Davíð konungur, hann var svona byrjunin, ég lofaði Davíð að einn af hans afkomendum myndi vera hinn sanni Davíð, hinn sanni afkomandi. Ég sá. Svo segir ég hinn bjarta morgunstjarnan, ég sanna morgunstjarnan. Ég að vitna þetta engil, þú mátt bera vott það að þetta satt. Að ég rótakvistur Davíðs, ég hinn skínandi morgunstjarna. Munið síðasta helgi, síðasta hvíladag var ég að tala morgunstjarnuna. Morgunstjarna ekki nafn, það titill. Æðsti engillinn. Skínandi morgunstjarna Jesú Kristur. Morgunstjarna, árborna morgunstjarnan var sá sem gerði Satan og djöfull. Og ég nefndi að síðustu viku að það var einn Íslendingur sem vildi kalla sig í höfuð á morgunstjörnunni. Lúsifer. Lúsifer latnesk þýðing á morgunstjörnu. Kristur skínandi Lúsifer. Hann skínandi morgunstjarna og þegar hann greið var að biðja að fá nafnið sitt sem morgunstjarna, sem Lúsifer, hann var að biðja að fá að heita í höfuð á Jesú Kristi. Þegar Satan tapaði sínu titli, hann tapaði stöðu sinni í staðan fyrir að vera Lúsifer, í staðan fyrir að morgunstjarna, þá var hann núna djöfull og Satan og dreki. Hann tapaði málsong sinni eins og talar í Óperubókinu 12. kaflanum. En hérna sjáum við að Kristur Jesús og segir við engilinn, berðu vitni að ég morgunstjarnan, ég rótakvistur Davíðs. Og svo segir hann, andinn og brúðurinn segja, komdu. Og sá sem heyrir, komdu. Og sá sem þyrstur, komdu. Hver sem vill, hann fær ókeypis lífsvatnið. Þetta alveg hrikalega góða fréttir. Hérna morgunstjarnan skínandi, hérna rótakvistur Davíðs, hérna drottinn Guð, Jesús Kristur, konungur konunga, drottinn drottna. Hann segir, komdu. Hver sem heyrir, komdu. Hver sem þyrstur, komdu. Hver sem vill, komdu. Engin skilyrði annað en að koma. Þetta alveg bara ótrúlegt að fara að spá í það. Heilagur andinn segir og brúðurinn, hver brúðurinn? Það ekki kirkjan, kristið fólk. Andinn tala til einstaklinga og segir, komdu, taktu við þessari gjöf. Kirkjan segir, eða kirkjan á að segja, komdu, hver sem vill. Hver sem heyrir, hver sem þyrstir, hver sem vill. Og spurningin hvað viltu í lífinu? Auðæfi Microsoft eða Amazon? Þegar þú deyr, þú tekur ekkert með þér í gröfina.
völd á við Biden, Trump, Putin, Harris, Xi. Viltu vera volduasti maður, volduasta kona á jörðinni? Þegar þú deyr, þú hefur engin völd. Viltu vera mesti áhrifavaldur heims? Það fallvalt, það getur horfið á einni nóttu. Hér verið að bjóða þér ókeypis, stærstu gjöf hefur engar takmarkanir. Ef þú bara heyrir það, heyrir tilboð, heyrir að þér boðið að koma og taka við þessu lífsins tré, lífsins vatn, vera við hliðina á hinum aldraða og lifa, fá að ferðast alheiminn með konungi konungana, að njóta alheimsins, ekkert stjörnustríð, bara ánægja að lifa, læra, iðka þá iðn sem þú elskar, læra þá tónlist sem þú vilt. Það til boða ókeypis. Þyrstir þið eftir því? Hefur nokkuð tímann verið þyrstur, nokkuð tímann verið þyrst? Það er svo gott að fá íslenskt kalt vatn þegar maður er þyrstur. Það er ekkert á við það. En íslenskt kalt vatn kemst ekki einu sinni hálfkvist við lífsins ána, æsku brunn sem Guð hefur. Þyrstir þið í það? Dreymir þið langar þið til þess að vera í þessum heimi sem næstum er eins og drauma heimur, ævintýra heimur en samt raunverulegur. Þetta engin auglýsingabrella, þetta algjörlega ókeypis. Hvað kostar gjöf mikil? Ef þú fær jólagjöf, hvað borgar mikið fyrir jólagjöfina? Sem segja, ég keypti mér eigin jólagjöf. Það ekki gjöf, þú keyptir eitthvað. Gjöf einhver kemur og segir, gjörðu svo vel, hérna pakki handa þér. Gjörðu svo vel, þetta fyrir þig. Kostar ekkert. Jú, ég hef heyrt sagt, það kostar bara $1. Kostar bara 1000 kall. Og svo fyrir maður að skoða hvað ég. Það hérna 100.000 kall hér og 50.000 kall þarna og mánaðarlega borgar og svona mikið. Og þetta var ekkert gjöf, bara auglýsingabrella, en hérna í Biblíunni, lokakaflinn niðurlagið, segir, gjörðu svo vel, það frítt, ókeypis. Og kirkjan, því miður, sem einn af þeim sem á að segja og leyfa, segir, komdu, það ókeypis, hver sem vill, hvers konar líf þú hefur kosið þér, hvers konar bakgrunn þú hefur, hvað sem þú hefur gert í þínu lífi, hvernig sem þú hefur sært eða meitt, eða rænt, eða ruplað, eða skemmt líf annara, þú ert velkomin ef þú vilt, ef þú þyrstir. Það engin takmörk á hver má koma, hvers konar lífstíl þú hefur kosið, eða hvernig persóna þú ert. Þú ert velkomin í ríki Guðs, velkomin í návið Guðs. Spurningin eingöngu þetta, hefur heyrt boðið, þyrstið þig í návið Guðs, er þetta sem þú vilt með líf þitt og framtíð þína. Það eina skilyrðið. Og þegar við lesum í Biblíunni, Jóhannes 3:16, Guð elskar heiminn svo mikið að hann gaf son sinn eingetinn. Efesus 2:8 segir, þetta ekki þitt verk, þetta gjöf Guðs. 1. Jóhannesarbréf 5. kaflinn segir, hver sem hefur Jesúm hefur eilíft líf. Sá sem ekki hefur Jesús hefur ekki eilíft líf. Aftur og aftur í Biblíunni, vers eftir vers, kafli eftir kafli, segir, þetta gjöf. Þetta gjöf. Og kirkjan segir, skammastu þín. Þú lifir svona, þetta ekki rétt. Eða segja, veist, þú hefur ekki fengið fyrirgefningu. Hvað segir, ertu að gera svona? Og við reynum að hlaða sekt og skömm á fólk. En Biblían segir, nei, brúðurinn, kirkjan og andinn segja, komdu. Og það tími til að kirkjur, kristnar kirkjur allar standi og segi, komdu, vertu með, komdu, hvað viltu hafa, hvað viltu í lífinu? Og það aðeins eitt sem kemur, sem gerist. Ef þú lítir í Óperubókina, 22. kaflan, 14. vers. Sælir eru þeir sem þvo skikkjur sínar, þeir fá aðgang að lífsins tré og mega ganga inn hlið inn í borgina. Hvað þýðir, hvað meinar að þvo skikkjur sínar? Þetta tengist vel við skírnina.
Skírnin tákn það að meðtaka Jesum Krist. Hvað verður að tala hérna? Lítum aftur á 16. og 17. versið. Hver það sem talar? Það er Jesús sem talar og það er andinn og kirkjan sem bjóða. Hver sem heyrir, hver sem vill. Í Mattheus 13. kaplan var Jesús að byrja að tala í dæmisögum og hann sagði, margir heyra en skilja ekki. Margir sjá en hafa ekki hugmyndi hvað að horfa á. Það svo margir sem eru svo bundnir við það jarneska, þeir einbleina svo fast á eitthvað í lífið sínu, einhver takmörk, eitthvað sem þeir vilja gera eða á menntun eða auð eða fræð, þeir bara sjá ekki tilboðið sem gefið. Þeir sjá ekki gjöfuna sem er fram að þeim. Og Jesús segir, þau verður að heyra, þú verður að skilja, þetta alvöru gjöf. En þegar fólk skilur og tekur við, þá þetta líf þeirra, þá þetta framtíð þeirra. Og spurningin sem ég ber upp í dag hvað vilt þú í lífinu? Ég fletti með mér hans í Lúkasarguðspjall, 8. kaplan. Förum þangað snöggvast og svo kom aftur í Óperubókina. Lúkas 18, 8. versið. Jesús þar að tala dómara, réttláta, rangláta. Tala eilíðuna. Svo segir 8. versinu. Hann mun skjótt rétta hlut þeirra sem minna mega. En svo spyr hann, mun mannssonurinn finna trúna á jörðinni þegar hann kemur? Mun mannssonurinn finna trúna á jörðinni þegar hann kemur? Mun Kristur finna fólk sem að þiggur gjöfina þegar hann kemur? Og margir hafa sagt, það bara örfáir sem að komast í Guðsríkið, það ekkert margir, þetta engin fjöldi, bara örfáir. En kom í Óperubókina 7. kaplan. Óperubókin 7. kaplinn. Þetta texti sem margir hafa miskilið. Og lítið þar á 4. versið. Og ég heyrði tölu þeirra sem merktir voru innsigli. 144.000 af öllum akkvistum Ísraels voru merktar innsigli. Hvað sá Jóhannes í þessu versi? Hvað sá hann? Ég að stríða ykkur pínlítið. Leð mér að lesa þetta aftur. Ég heyrði tölu þeirra sem merkt voru innsigli. 144.000. Hvað sá Jóhannes marga? Hann heyrði, hann sá ekki. Hann heyrði. Það ein ung stúlka í South Bend. Hún var í skólanum okkar og nú orðin fullvaxta. Foreldrar hennar gáfu hennar nafnið 7. Það var nafnið hennar. Og sumir hafa heyrt Elon Musk sem átti barn með konu, söngkonu, og gáfu hennar nafn sem ég get ekki borið fram. Það voru bókstafur og tölur, eitthvað skrítið nafn. Sumir gefa börnunum sínum nafn sem ekki orð heldur tölur eða eitthvað annað tákn. Og hérna heyrir Jóhannes orð 144.000 sem 12 sinnum 12.000 sinnum margfaldað. Og 12 eru ættkvíslarnir 12 eða spámennir 12, ættkvíslarnir 12 og líka apostolarnir 12. Og við sjáum í Biblíunni að Gamla testamentið, Nýja testamentið, það eru gömlu árin, ættkvíslarnir 12 og kirkjan 12, margfaldað saman, allir eru það saman komnir. Ef þú lítur á í 9. versið í sama kapla, eftir þetta sá ég. Hann heyrir 144.000 og síðan lítur við og þannig sér hann. Hvað sér hann? Hann reiknar með að geta talið 12.000, þú getur litið á gisk, já, þetta eru 1000 manns, 12 sinnum, já, ok, hann eru 12, 144.000, þú getur áætlega fljótlega, tiltölulega fljótlega, ef það skipulagt. Og þannig var það í kringum tjaldbúðina í Gamla testamentinu. Það var allt svona skipulagt sett saman. Og hann reiknar með því, þetta svona skipulagt sett saman hérna. En svo lítur hann við og hvað sér hann? Mikill múr
sem enginn gat tölu og komið alls konar fólki, alls konar kynnkvíslum, líðum, tungum. Þeir stóðu frammi fyrir hásætinu, frammi fyrir landinu, skrýtir hverju? Hvítum skikkjum. Hvítum skikkjum, við sáum í Lúkakaflanum. Hérna sér hann ekki bara fólk af gyðingætt, heldur fólk af öllum ættkvíslum, ekki bara 12.000, heldur þúsundur og þúsundur og þúsundur ofan. Hann getur ekki talið það, hversu margir, hver þessi hópur? Lesum hans neðar, þar í 13. versinu, einn af öldungunum tók til máls og sagði við mig, við Jóhannes, þessi sem í hvítu skikkjunum, hverjir eru þeir, hvaðan koma þeir? Og Jóhannes segir, þú veist það, herra minn, ég þekki ekki þetta fólk, þú veist það. Og hann segir við Jóhannes, þetta eru þeir sem eru komnir úr þrengingunum miklu og hafa þvegið skikkju sínar og hvítfáa þær í blóði lamsins. Þess vegna er frammi fyrir hásæti Guðs og þjóna honum dag og nótt. Hverjir eru þetta? Þetta eru þeir sem að koma út úr þrengingunum miklu, erfiðu þessi tíma þessi jörð það nokkuð tíma séð, sem eru rétt handan við framtíðan okkar. Þetta eru þeir sem eru klæddir hvítum skikkjum, hvítþvegnir úr blóði lamsins. Svo gjöfin sem sagt frá í Óperubókin 22. kaflanum er ókeypis en hún kostaði offjár. En þú borgar ekki fyrir hana. Dýrasta gjöf sem nokkur hefur keypt. Það er engin auðmaður, engin auðmenni, engin auðkona sem getur keypt svona dýra gjöf og gefið einhverjum. Því að allar gjafir að þessari jörð verða engu þegar við deyjum. En þessi gjöf sem að Jesús gaf okkur var að koma og taka á sig sektina, taka á sig refsinguna sem við höfum til unnið. Og þú ert frjáls, þú má taka við þessari gjöf. En spurningin er, langar þig að vera með Kristi? Það skiptir engu máli hver bakgrunnurinn er, það skiptir engu máli hvað þú hefur gert eða hvernig þú hefur lifað, hefur áhuga á að þekkja Guð og þegar þú þyrstir eftir Guði viltu meira, þegar þú langar að hafa Guð í lífið þínu og þú tekur tíma til þess að horfa á hann, kynna svona sig, hver akkur gefur mér svona mikið? Akkur fórnaður sjálfum þér til þess að ég mætti lifa þegar þú eyðir tíma með Kristi? Hann breytir þér. Kirkjan breytir þér ekki. Prestar ég ekki að gefa þér sekt. Kristur vil eyða tíma með þér. Hann breytir þér. Hebreabréfið 8. kafla segir hann skrifar lögmál sitt í hjarta þér. Hvað er lögmál Guðs? 3 orð. Guð er kærleikur. Og þegar Móses vildi sjá dýrð Jesú Krist og hann fekk að sjá aftan á Jesú Krist, þá sá hann skínandi dýrð sem var kærleiki og miskunnsemi og góðmennska Guðs. Boðurinn 10, elska drottinn Guð þinn allir hjartanu, elska náungarnir sem sjálfa þig, eru 3 orð. Guð er kærleikur, það er góðmennska, gæska Guðs. Og þegar að þú eyðir tíma með Kristi og þú lætur Jesú Krist og blóð hans hvítþvo þig, þannig að þú færð skikkjurnar sem eru viðeigandi að fara inn í Guðs ríki, að þá ritar hann kærleika sinn og góðmennsku og umburðarlyndi í hjarta þitt og þú munt lifa af einlægum kærleika, einlægri góðmennsku, einlægri þolinmæði sem er out of this world, sem er utan þessa heims. Það verður stór fjöldi sem meðtaka þessa gjöf Guðs. Fjöldi sem að Jóhannes gat ekki talið, hann leitaði að segja, þetta er aragrúi fólks sem fer í gegnum þrenginguna miklu sem er framundan, sem að leifir Jesú Kristi að hvítþvo sig, sem að klæðist þessara hvítu skikkju réttlætis, það er ekki einu sinni lygi fundin í munni þeirra. Þeir eru hrein og bein, þeir eru sannorð, þeir eru fulla kærleika og elsku, umburðarlyndi og þolinmæði og þeir hugsa eitt í lífinu, Jesú Krist, að sjá Guð, sem að þrá þessa gjöf Guðs, móður lífsins, uppspretnu
æskunar, tré lífsins, að fá að vera í konungsríki Guðs og lifa að eilífu og njóta alheimsins í návist Guðs. Svo spurningin kemur aftur, hvað viltu? Hvað þráir þú í lífinu? Sum ykkar mun eftir góð vini Árna Hólm, doktor Árna Hólm. Hann fórnaði miklu til þess að rannsaka hvernig væri best að vinna með fólki sem átti í geðræna vandamálum. Hann eyddi árum saman, fórnaði árum í að rannsaka og setja saman púsluspil eða röð af kallað Matrix töflu til þess að hjálpa sálfræðingum og öðrum til þess að vinna með fólki sem átti í geðræna vandamálum til þess að koma því, hjálpa með að lifa betra lífi. Hann var búinn að gera allar rannsóknir, hann var með töfluna alla samansetta, hann var búinn að gera skoðanakannanir að rannsaka, hann átti tvennt eftir. Test, retest sem að prófa aftur sömu spurningarnar í annað sinn og sjá hvort það séu samskonar. Hann átti eftir að ljúka því, hann þurfti að bíða í 3 mánuði viðbútt þess að gera það og síðan að skrifa loka niðurstöðnar og birta í virtum tímaritum. Hann þurfti 6 mánuði til þess að ljúka því þegar hann dó árið 2000. Hann þráði, hann vannaði svo, nú situr þessi rannsókn hans í tölvum og í geymslum og enginn fær að njóta þess. Allt hans líf stemdi á þetta. Hann var að vinna að þessu og maður spurði sjálfan sig, af hverju Guð, hérna er maður sem elskaði, maður sem að stefnir á eilíft líf, sem að hefur meðtekið gjöf þína, hann vinnur og vinnur að þessu, næstum búinn að ná árangri og þá bara deyr hann, búið. Af hverju? Og þegar maður veltir í fyrir sér, hversu mikið við áorkum, hversu langt við náum, skiptir henni engu máli. Það er aðeins eitt sem skiptir máli í lífinu. Tekur þú við þessari gjöf sem Kristur keypti fyrir þig. Hann borgar með lífið sínu. Hinn aldraði þráir að þú meðtækir þessa gjöf sem að hann keypti fyrir þig, sem að fórnaði fyrir þig. Og ef að þú þyrstir eftir þess, ef þú langar að vera það, ef þetta er löngun þín, gerðu það raunveruleika lífið þínu, vertu hluti af þessum stóra hóp sem að tekur á móti Jesú Kristi, sem að meðtekur þessa gjöf. Það verður aragrúa mann sem að verður á lífi, sem meðtekur þessa gjöf. Óperubókin staðfæri það. Og deildu því með öðrum, vertu hluti af þeirri kirkju sem að deilir því með öðrum og segir, komdu, vertu með, komdu og þvoðu líf þitt í blóði Jesú Krists og láttu hann gera þig að fullan af kærleika og umburðarlyndi, sönnum kærleika, sönnum umburðarlyndi, þolinmæði. Þetta er það sem Guð vil gera, eilíðinn og í dag. Og þess ég bið þig, íhuga þetta tilboð vel og gerðu það að þínu lífi, þínu tilboð sem þú deilir sig með öðrum, komdu, vertu með, komdu með mér og taktu þátt. Þetta er eina sem skiptir máli, eina sem endist fram yfir dauðan og fram alla eilíð. Við skulum biðja. Drottinn Guð, þegar maður lítur á loka kafla Biblíunnar, loka og niðurlagið á sögunni sem þú hefur deilt með okkur og við sjáum hvað þú býður okkur. Það er alveg ótrúlega, það er erfitt að trúa því að þetta sé á borðinu fyrir okkur sem gjöf. Bara að taka við. Og ég bið Drottinn að við mættum vissulega taka við og síðan bjóða öðrum að segja, komdu með okkur, vertu með og taktu við þessari ríkulegu gjöf sem okkur er boðið. Ég bið í Jesú nafni.